Voru velkomnir á þennan fund. Það ætla Siggi að væla í smá stund yfir því hvað var illa að fara með hann hérna fyrir 6 árum síðan. En við hefur eldurvilt mikið til síns máls að leggja, svo Já, þakka fyrir. Menn voru að velta því fyrir sér, sem eru að velta því fyrir sér, ég er fjölmenn málstofa, af hverju ég er að rifja þetta upp núna og málið nú eiginlega bara að þessi umræða kláraðist aldrei á sínum tíma. Það var mikill æsingur í fólki og ég ætla að skrifa greinar og eitthvað svona til að gera grein fyrir mínu máli en það var manna það myndi bara lengja umræðuna og við myndum bara hafa leiðindi úr því. Svo er annað að þetta passa kannski bara ágætlega inn í umræðuna. Það gerir maður svo. Róbert Haraldsson hefur nú verið að ræða þessi sem hann kallar götudómstóla. Hann skrifaði ágæta grein í nýjan stíl. Hann talar líka það þetta helst í Ríkisútvarpinu ágætt viðtal við hann. Og hann talar á báðum stöðunum þessi einkenni þessar götudómstóla sem hann kallar sem þá aðrir dómstólar heldur en eru opinberu, það eru fjölmiðlar, samfélagsmiðlar og bara fólk, dómar sem fólk fellir svona í samtali sín á milli. Einkenni þessar dómstóla þeir sýkna aldrei. Sem sagt, mér fannst hún ég var í Bandaríkjunum í nokkur ár. Það var svolítið þetta að ásökun, ef maður er ásakaður eitthvað, það maður bara segja það. Sem náttúrulega stundur rétt, en alls ekki alltaf. Hann, í viðtalinu þá kemur hann inn á hegðun fjölmiðla og talar það þegar fréttaflutningur hættir að snúast réttir og fréttamaður fer að fella dóma. Og þess verið að gæta sem hann kallar sérkennilegrar ónákvæmni sem hann, ég skil þannig að þetta er ónákvæmni sem öll í ákveðna átt. Þetta getur verið léleg fréttamennska en kannski þetta líka bara leið til þess að æsa lífin og fá svona smá fjör. Ég held að umræðan hvað við skiptum 2019 passi ágætlega inn í þetta. Ég ætla að fara nokkrum orðum skýrsluna sjálfa, örfáum áður en svo snýst það nú aðalega viðbröðum. Við vorum með einn af okkar megin heimildum var minnisblað frá Hafrannsóknastofnun sem skrifaði að Gísli heitinn Víkingsson, hvala sérfræðingur hennar og þar mikið talað talað afrán, þeir éta fisk og þeir éta alls konar fæði sem okkar nytjastofnar lifa á og ráðgjöf stofnunarinnar veiða langreiði og hrefnu, hún miðuð við það að stofnarnir fari í bil 60% af uppvaranlegri stærð. Þetta er mikilvægt því að það að fara úr þessum 100 með 60 því það að hvalirnir éta minna og við fáum það sem við myndum kalla þá góð úthrif af hvalveiðunum að þessu leyti. Og í skýrslunni þá eru leiddar líkur að því að 40% fækkun hvala myndi leiða til 20 milljarða aukningar í útflutningsverðmæti á loðnu og þorski á ári. Það er reyndar fyrirvara í þessu. Við vitum það náttúrulega að veiðarnar hafa nú ekki verið alveg gengið snurðulaust undanfarin ár. Það hefur verið veitt minna heldur en fullur kvóti og sumrin hefur bara hreinlega ekkert verið veitt. Þegar fullur kvóti er ekki veittur eins og undanfarin ár, þá er ólíklegt að veiðin hafi nokkur áhrif á stefnana. Við fáum nokkuð af þessum
útþrifum. Þannig að við höfum einhver möguleg útþrif af hvalveiðunum sem eru frá 0 og upp í eitthvað mjög mikið. Það er þarna kafli sem var nú mjög umræddur. Við fjallar hryðjuverk í nafni náttúruverndar. Það er upphafið að því náttúrulega hvalveiðibannið sem hvalveiðiráðið alþjóðlega samþykkti árið 82, það var lagt á 86 og tók gildi þá og Íslendingar mótmæltu ekki þessu banni en þeir ákváðu að nota heimild til þess að hefja vísindaveiðar sem kallaðar voru. Afraksturinn af veiðunum fór til vísindafarsemi. Og Bandaríkjamenn ætluðu að beita Íslendinga refsiaðgerðum gegn þess út af þessu bandaríska stjórn en það náði samkomulag um það að við myndum neita meir en helmings aflans hérna heima og þá myndu þeir falla frá refsiaðgerðum. Þetta var bandaríska stjórn, menn og svo þeir hafa ekki stjórn á alls konar frjálsum félagasamtökum og þá voru þarna menn sem í þessum samtökum Sea Shepherd sem söktu hveim bátum hvals 1989. Svo náttúrulega má spyrja orðafarið við tölum hryðjuverk, kannski ná bara að segja skemmdarverk, það dó enginn. En þarna segir, líklega stendur Íslendingur nokkur ógn af samtökum sem fremja hryðjuverk í nafni náttúruverndar. Ekki verður séð að ógnin sé af þeirri stærðargráðu að Íslendingar eigi að hætta veiða hvali. Og svo segir í lokin mörg lönd, og þetta er skýrslunni hérna, þið getum alltaf ekki lesið það en þið sjáðu kannski glærurnar á eftir. Eða heima hjá ykkur, setið þetta á heimasíðuna. Mörg lönd hafa sett lög til að vinna gegn uppgangi hryðjuverkasamtaka. Eftirlit ættu Íslendingar að gera það líka. Og þetta virkar nú kannski, ég veit ekki alveg hvort besta aðferðin við að berjast gegn hryðjuverkum er að setja lög. En þetta virkar nú svona tiltölulega saklaust, en eins og þetta var túlkað í umræðinni þá leit þetta miklu verð út og við ræðum það betur á eftir. Ég held nú reynda sko að það eru náttúrulega alls konar vitleysingar sem berjast með sem eru hlindir alls konar málstað og ég held að við hafi kannski verið óþarfi að verja heilum kafla, heilli síðu í skýrslunni ógnina af hryðjuverkum í nafni náttúruverndar. Ég held að við gerum svona aðeins og hátt undir höfði þessum Sea Shepherd-mönnum. En hitt er allt annað mál hvernig þetta var túlkað í umræðinni. Ég held hins vegar að við höfum ekki komist hjá því að ræða aðgerðir annarra samtaka sem voru fullkomlega lögleg. Sem Greenpeace eða grænfriðungar. Þeir hvöttu Vesturlandabúa, Bandaríkjamenn og Evrópumenn til þess að mótmæla hvalveiðum Íslendinga með því að hætta þeir löttu þá til þess að kaupa vörur frá Íslandi og eiga viðskipti við flugleiðir og íslensk fyrirtæki og til þess að ferðast til Íslands. Og við skoðum þetta aðeins. Þetta bar svolítinn árangur. Þess að við förum aðeins í gegnum það líka hvernig þessi áróður fór fram. Ég held að það er bara sagt og rétt sagt frá. En árangurum var sá að nokkrar bandarískar veitingahúsakeðjur og 145 bandarískir grunnskólar hættu að kaupa íslenska fisk, alveg munað þetta. Auk þess var það þýska matvörukeðjan Aldi sem nú í fleiri löndum hættu að kaupa íslenska fisk og fleiri þýsk fyrirtæki gerðu það líka. En eins og við þekkjum nú kannski úr hagfræðinni, þá þarf sniðganga að vera nokkuð almenn ef hún á að vera einhvern verulegan árangur umfram það bara að vera einhvern pirringur. Og hún olli þessi herferð olli vissulega óþægindum fyrir útflytjendur. Þeir þurftu að finna nýja viðskiptavini. En það verður ekki séð að þetta hafi haft nein áhrif á fiskverð
eða magn sem var flutt út. Menn fundu verslunum færðist bara einfaldlega til. Þannig að þetta voru óþægindi en ekki veruleg önnur og ekki tekjumissir fyrir útflytjendur. Og það er líka auðvitað að hafa sjálfs einhverjir hætt við Íslandsferð út af þessum tilmælum samtakana en það er ekki þannig að við sjáum það á tölum. Ferðamenn til Íslands fjölgaði bara eins og þeim hefur eiginlega alltaf gert og gerði í svipuðum takti alveg þarna þangað til að fór að springa þarna upp úr 2010 og þeim fór að fjölga til miklu meira en á staðinum sagt. Svo var eitt. Þetta var náttúrulega engin sáttaskýrsla. Það var tillaga þarna það það bæri að skilgreina sandreiðu og búrpall. Ég man að búrpallu var veittur í gamla daga, sandreiður líka veittur sem nytjastofna. Og það stjórnvöld þurfa að gera það og það myndi þýða að veiðiþolið metið, það myndi taka nokkur ár. Það þýðir ekki sem það er bara það að veiða strax. Svo var annað sem var líka skammaðir fyrir, það var að ætti að setja reglur hvalaskoðun, þannig að hvalaskoðun truflaði ekki hvalina. Og náttúruverndarsamtök, Hafrannsóknastofnun hafa mælt með því að einhverjar svona reglur, lög eða reglugerðir eru settar hvalaskoðun, sem það hefur gert í framhaldinu. Þannig að fyrirtækin sjálf með einhverjar reglur? Já, ég fór þið sjálf með einhverjar reglur. En hljómar kannski svona frekar saklaust að minni þegar maður sér það, en það var líka, það var ekki vinsælt. Viðbrögðin eru svo eitthvað annað. Það mátti náttúrulega skammast út í ýmislegt í þessari skýrslum og má skammast út í ýmislegt bara sem við erum alltaf að segja. En það er kannski skemmtilega að fá meira skömm það sem við gerðum en eitthvað annað. Hérna umhverfisráðherrann í samtali við Ríkisútvarpið. Ég er ekki alveg kláraði hvort það var 17. eða 16. janúar 2019 var í kvöldfréttum Ríkisútvarpið. Hann segir í fyrsta lagi furða ég mig á umfjöllun náttúruverndarsamtök í þessari skýrslu. Það sem þeim er líkt við hryðjuverkasamtök. Ég skil ekki alveg hvaða erindi það á í þessa skýrslu. Hvað er það að baki? Og ég hef lesið þessa skýrslu og hún er skemmtileg og hún er á netinu, þið getið lesið hana. Ég hef ekki komið á auga á þau orð í skýrslunni sem eru tilefni þessara ummæla ráðherrans. Og við vitum það að menn geta með góðu vilja misskilið eitthvað eða mistúlkað, en ég sé ekki einu sinni að það sé útúrsnúringur á einhverju sem ég segi. Þá verður þá að benda minn á það. Að því ég best að sé þá eru þau heitt tilbúning. Sem eru svolítið stórt mál að við erum að gera þetta fyrir stjórnvöld. Þá kemur ráðherra fram og heldur einhverju fram ef það er rétt á mér að þetta sé ekki skýrslum. En það er fráleitt einfalt mál að sýna fram á að eitthvað standi ekki í 50 sína skýrslum. Og að mínum dómi þá hefði fréttamaður útvarps átt að biðja ráðherrann að benda á þau orð. Þetta er svona frekar ólíklegt að menn fari að segja eitthvað svona í skýrslu sem margir hafa lesið yfir og skýrslu sem á að vera fræðileg. Þá hefði hann átt að benda á þessi ummæli í skýrslunni sem voru tilefni orðanna. Hann gerði það ekki. Og svo í framhaldinu af því að svo að tala um okkur og við svona, nei, við sögðum þetta ekki. Þá stóð bara orð gegn orði, en þetta var ekki einhver bardagi á víðavangi sem engin vissi neitt um. Þetta var ummæli í skýrslu sem er bara opinber, þetta flettir sig. Og fjölmiðillinn, eða einhver fjölmiðill, hefði átt að skoða þetta í skýrslunni og kanna hvort það væri rétt. En ummælin fengu stuðning reyndar. Það er alveg eðlileg skýring á röðmæli. Já. Það var mjög augljós. Já. Og það er að diskreditera skýrslunum. Þetta þurfi ekki að vera rétt. Nei. Þannig að
Já, sko... Það er bara augljóst tilgangur. Já, ég veit það er sá tilgangur, en maður vill nú ekki, það er nú frekar leiðilegt að lendi því að vera, þú mátt að segja þetta á þetta, það er ekki hægt í þessu. Það var enginn sem skammaði ráðherra fyrir það. En sko, hann fékk stuðning, og annar átt ekki úr skýrslunni, en frá sjálfum forsætisráðherranum, sem sagði daginn eftir í viðtali við Ríkisútvarpið, ósiður hjá fjölmiðlum að vitna beint í allt tafsið í fólki, tröksurum eins og mér finnst það leiðilegt með skosti, en hún segir hér, hann ráðherrann, sömuleiðis fannst mér það náttúrulega mjög furðulegt að sjá umræðum það að náttúruverndarsamtökum væri líkt við hryðjuverkasamtök og það sé rætt það að þurfi sérstaklega að setja lög til þess að vernda Ísland fyrir slíkum samtökum. Hryðjuverkalögin náttúrulega eru vantarlega eins og önnur lög. Við talum ekki með þau eru títt upp úr einhverjum öðrum tungumálum. Þá eru þeim náttúrulega ekki beint gegn sérstökum skoðanahópum eða hvað þá samtökum. Þetta sem var oft talað í umræðinni að við höfum lagt til að það eru lögð hryðjuverkalög á náttúruverndarsamtök. Orðalagi minnir svolítið á þegar hryðjuverkalögum var beitt gegn íslensku bönkunum sem var náttúrulega ekki mjög vinsælt. Já, sem var líka faktist rangt. Já, það. Það var sett inn í lagabálk sem var fjallað hryðjuverk af lagatæknilegum ástæðum. Það var til þess að koma því í gegnum breska þingið. Það er önnur saga. Það er önnur saga, en sko öll indefense umræðan það mál var nákvæmlega á sama toga og þú ert að nefna hér. Nákvæmlega þannig bara. Þannig við erum svegt þar. Í frétt útvarpsins þá kemur fram að á blaðsíðu 42 í skýrslunni sé fjallað þessi mál. Þannig að fréttamaðurinn hefur haft fyrir því að þetta skýrslun og sér hvar umræðan er. Þar eru þessu ummæli sem sagt það að við víkjum náttúruverndarmönnum við hryðjuverkamenn, þau eru ekki þar. Og mér finnst það svolítið skrítið að fréttamaður sem hefur haft fyrir því að finna staðinn, þessi fjallaður þessi mál, hann kom ekki auga á það að ummælin sem talaður þau vanti á blaðsíðunni. Þannig að þetta er svona útvarpið stóð sig ekki nógu vel þarna að mínum dómi. Sko, við ætlum að ræða aðeins hvað fær ráðherra til þess að segja ósatt jafn augljósan hlut og ummæli í skýrslu sem er fyrir alla augum. Náttúrulega það sem þú sagðir áðan, við komumst upp með það. Náttúrulega góður málstöður getur leitt menn í gönnur. Svo er náttúrulega vandamál sem við kláumst alltaf við, það nennir ekki að lesa þessar skýrslur nema megið til. Þess vegna má segja ansi margt efnið þeirra án þess að menn kanni það. Svo held ég líka að stjórnarfarið sem akkurat var á þessum tíma hafi hjálpað til. Þarna voru andstæðingar í stjórnmálum sem höfðu ákveðið að slíra sverðin tíma. Áður var það alltaf þannig að einhver vinstrimaður sagði einhverja vitleysu, þá var það leiðrétt í mokanum. Einhver hægrimaður sagði eitthvað, þá var það leiðrétt í Þjóðvölum meðan hann kom út þingi eða eitthvað svoleiðis. Þarna voru allir sáttir. Vinstrimenn ráða. Hvað segir ég? Fjölmiðl vinstrimanna RÚV. Já, sem er alltaf næsti punktur. Ráðamenn gátu talað sem frjálslegar en áður og leiðréttir. En ég myndi nú líta á sem rök á móti þessu stjórnarformi, en það er önnur saga. Náttúrulega ráðherrarnir voru mjög vinsælir og þeir nutu sérstaklega mikil störfs í fjölmiðlum og líklega sér eitt lagi hjá Ríkisútvarpinu. Svo er eitt punktur í viðbót sem ég náttúrulega veit ekki, kannski vissu þeir ekkert að ummælin væri ekkert í skýrslunni, kannski var bara einhver sem sagði þeim þetta stendur í skýrslunni og þeir bara trúðu því. Kannski ekki mjög góð vinnubrögð en kannski heldur skárra heldur en að skrökvaði beinleins. Svo er síðasti punktur við erum náttúrulega vísindastofnun og við erum alltaf að gera ráð fyrir því að við höfum náttúru okkur
Þetta ummæli ráðherranna voru rétt. Í skýrslunni umhverfisverndarsinnum líkt við hryðjuverkamenn. Skýrslan á netinu eins og ég segi og þetta skulle ekki vera stærri hópur en ég var búinn að lofa annarkot konfettkassa eða rauðvínsflösku að einn vali fyrir hann skilur bent mér á ummæli sem eru ég má ekki fara á hausinn á því sem eru kveikja þessar ákvæði. Ef getur þetta ekki, þá enginn að fara að vinna þetta sko. Ef þessi tveir síðustu punktar eru ekki réttir og skýringarnar líka uppi, þá næsta áhugamál, þá gæti næsta áhugamál forsætisráðherra komið einhverjum óvart. Hann kynnti nefnilega nokkrum mánuðum seinna í þjóðaröryggisráði í áhugamál sitt baráttu gegn falsfréttum og upplýsingaóreiðu og átti viðtal við útvarpið það og hann kynnti þetta ráðherrann í í háskólanum á einhverju ráðstefnu einhverjur stofnunar háskólans þetta átak. Ég held að menn hafa haft mestar áhyggjur af einhverjum falsfréttum frá Rússlandi, var það ekki? Sem engin trúir nema einhverju þrímenn, en það önnur saga. Mér hefði fundist að ráðherrann hefði hugsanlega mátt líta sig nær. Sko, útvarpið talaði mikið þetta mál og það voru þessi 2 viðtöl, en það voru miskuð 3 aðrar fréttir sem voru fluttar með skýrsluna sem voru mínum dómi í meginatriðum rangar. 2 voru þannig að einhver embættismaður kom og sagði eitthvað sem stóðst ekki. Bara að tala aðra þeim fréttum sem fréttamönnum var í sjálf sér orkun að flytja, en ein var sérstaklega bagaleg fyrir okkur því að þarna kom talsmaður þarna sem hafði búið til plagg sem við byggðum okkar skýrslu á og þar var einhverjum forsendum lýst, meðal annars forsendum veiðiráðgjafarinnar að hún stefndi að því að koma hvalastofninn niður í 60% af hámarki og þar af leiðandi væri samkeppni eða afrán hvala eða hvað mann kalla það, fæðusamkeppni, væri minna heldur en áður. En svo segir einhver forstöðumaður á sömu stofnun í útvarpinu að þetta sé nú bara alls ekki svona. Forsendur veiðiráðgjafarinnar séu að hvalastofninn verði haldist það fyrir óbreyttir. Og segir, yfirskritin var veiða til 10 sinnum meira af hval ef stækka ætti fiskistofna. Þetta segir sem þetta inngangur af fréttinni sem gekk líka aftur og í umræðum og eftir. Þetta segir sviðsstjóri Botnsjár lífríkis hjá Hafrannsóknastofnun. Og í framhaldi af þessu var farið að tala að við værum að Hafrannsóknastofnun hefði sem mótmælt því sem við varum meginatriðum í því sem við varum að segja. Þetta var bara eins og þetta, þetta var það sem kom í hvernig mest á, við höfum með Rannsóknastofnun, Já. Svo ertu bara með yfirmenn sem tala algjörlega í krossum, Já, tala ekki saman eða eitthvað. Já, eða bara, við vorum með þetta í mjög samskipti við Gísla Víkings. Já. Víkingsson. Já, Víkingsson. Sem var yfirmaður hvala rannsóknarmann. En svo voru ykkur bara aðrir sem kom bara fram og segja bara eitthvað. Já, hann átti að vita þetta, þessi maður hefur verið á þing alveg Norðurlands Ísland, þannig að hann átti að vita þetta en ég hafa að gera mistök og þessi mistök voru leiðileg fyrir okkur. En hvað bara svona faktískt, hvað er 100%, hvað er við nálægt 100% núna? Nei, það sem Gísli sagði okkur, ef menn veiði ekki hvalinn eins og við leggjum til, þá snertir þetta ekkert við hvalastofninn og það kom fram í skýrslunni hjá okkur. Já, en hvað eru við langt frá því að vera? Ég veit ekki, langreyðum hefur fjölgað mikið á svæðinu hérna á Íslandi. Ég veit ekki, ég náttúrulega þetta ég búið meira með þetta þegar við fjölgað mikið. En það er nú hlýnun jarðar og ýmislegt annað sem að gerast.
Og líka gróðir ekki hvað voru þau stóri áðurinn að byrja að veiða, sko. Ég held að veiðin sé það lítil að það hafi hverfandi eða engin áhrif á stofninn. Já. En sko, Hafrannsóknastofnun gaf út kurteislega leiðréttingu sem kom fram allt þetta rétt, það kom ekki fram að maður og þeirra vegum hefði verið að bulla eitthvað. Það verður nú að halda góðum starfsanda innan stofnunarinnar og það segir hérna með það sem ofan greinir, því ekki hægt að fullyrða að verulega þurfa að auka veiðar á hvölum til þess að þær hafi áhrif á afrakstur annarra nytjasafna sjávar til lengri tíma litið, sem svona kjartin í þetta svo kurteislega orðað að enginn tók eftir þessu. Það var mjög spurt ekki svona stórfrétt í fjölmiðlum, en sko þeir voru leiðrétta það að það þyrfti eitthvað sko blóðbað á hvölum til þess að fá fram okkar spár. Þriðja fréttin var í sjálfsögðu ómerkileg, en hún hefði sennilega aldrei birst ef fréttamaður Ríkisútvarpsins hefði unnið sína vinnu vel. Hann segir, þetta er rást 2, að Hagfræðistofnun virðist ekki hafa haft samband við hvalaskoðunarfyrirtæki við gerð skýrslu sinnar hvalveiðar, þótt öðru sé haldið fram í skýrslunni. Og þá var rætt við hvalaskoðunarmann sem hafði bara ekkert vilja tala við, og hann hafði talað við fleiri hvalaskoðunarmenn sem var ekkert talað við heldur. Og þetta var fréttin. En sko, vandaður fjölmiðlamaður, ég var nú einu sem fjölmiðlamaður, ég finnst að fjölmiðlamenn ætti að vita þetta, að menn setja ekki svona frétt út á þess að tala við á hinn aðeins. Og hann hefði átt að bera þetta undir Oddgeir, var hérna áður. Og hann hefði þá lagt fram yfirlit farsímasamtöl sín við 6 hvalaskoðunarfyrirtækjum með upplýsingum lengd símtalana, dagsetningu og tíma. Hann sem var hringjandi út allt, en hann var náttúrulega ekki að spyrja allt til hvalveiða, hann var að spyrja hvernig gengur hjá ykkur, hvað fyrirtæki á svæðinu, eitthvað svoleiðis. Og hann var að leita sér bara upplýsingar í skýrsluna. Svo nú þessi frægi Kastljósþáttur, meðan Oddgeir úti þá er gott að tala hann voru margir sem voru ekki ánægðir með hans framgöngu það. Ég horft á hann oft, hann á netinu eins og svo margt. Mér finnst hann eiginlega standast bara mjög vel, sko. Hann mjög rólegur, reiðist aldrei, yfirvegaður. En þetta sem spurning þáttarstjórnanda undir lok þáttar. Og bara í fyrsta lagi, vekur fyrst athygli að hún hvað 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 línur í þessum texta. Þetta er löng spurning og hún hljóðar svo: ég verð að koma einni spurning að. Í skýrslunni er talsverð umfjöllun náttúruverndarsamtök. Það er lagt til að það verði sett hryðjuverkalög náttúruverndarsamtök. Mörg þessara samtaka sem þið tiltæki í skýrslunni sem hálfgerða óvinni þjóðarinnar, ég held að þetta er svona bara staðreyndir þetta mál þarna, þau séum nú ekki að tala illa Greenpeace, ekki nema sömum finnist það ljótt sem þeir hafa verið að gera, það er bara smekksæti. Það var eins og að Greenpeace hafi beint sjónum sínum, mörg þessara samtaka hafa beint sjónum sínum að bara til loftslagsbreytingum á undanförnum árum. Er það ekki staðreynd að fiskistofnum stafar miklu meiri hætta af súrnun sjávar og hlýnun loftslags en hvölum? Væri ekki nær að leggja þessum samtökum lið en leggja hryðjuverkalög á? Mér finnst þetta mjög einkennilegt. Það verið að skamma okkur fyrir að sýna einhverja í slæmu ljósi af því að þeir séu svo góður á öðrum sviðum, sem er náttúrulega rétt. Sumum finnst þetta bara kortleggja mjög gott hjá Greenpeace, en það má náttúrulega fara með þetta út í það óendanlega, sko. Þið að skamma hann óttar fyrir það sem hann gerði hjá Lánasjónum, en vitið ekki að hann hefur vunnið fyrir Rauða krossinn í mörg ár. Og ég vil ekki frekar að styðja óttar. Mér það mjög skipningul og mjög bjöguð. En sem er svolítið skrítið að nú Oddgeir komin aftur, að innanhús og reyndar vinn mínir sem eru ekkert endilega allir harðir vinstri menn eða hvalavinir. Margir af þeim fannst Oddgeir ekki standa sig vel í þessum þætti.
það var enginn sem hafði orð á því að þáttastjórnandi væri eitthvað hlutdrægur sem hefur auðljóst með skóta þessari. Var engin vinaður sem nefndi það? Nei, já, enga þannig vinni. Já, þetta var bara umsáttur. Þetta var launsátt. Þetta var bara... Já, meina þátturinn. Já, bara í heilt. Já. Og allar spurningarnar, allar gildislanar og bjaga, það er bara... Það er náttúrulega málum að það er hægt að sína alla í góðu ljósi ef maður er góður fréttamaður eða góður í þessu. Já, þú er hlutlegur. Klárlega, sko, þetta er bara algjör fylgsátt. Þetta hefur verið hreinræktað hjá spursmálum Morgunblaðsins, þessi að þeirra fræði, sko. Já, menn að sem lent illa í því að mæta þangað. En Greenpeace var aldrei talað um í verkum og Greenpeace skýrslunni aldrei. Nei, það var bara þessi samtök. Kaupið ekki fiska sláturunum og þetta svona? Já. Sem og þú komst ágætlega að þarna og þú varst alveg yfirvegað. Svo var náttúrulega alls konar umræða sem var bara málefnaleg, sko, menn geta haft, það var viðtal við ykkur Hilmar Malmqvist heitir hann eða ekki, í Bylgjunni, sem líffræðing. Já. Og menn geta haft sína skoðanir á því sem þið sögðu, en umræðan var bara málefnaleg. Þar var líka þáttastjórnandi bara mjög stýrið þessum. Já, akkurat. Og Hilmar reyndi að byrja á því að tala um að þessi tífalda veiðar, menn þeir nú kannski hægt að taka það út úr umræðinu, þó að það verði ekki sprengisandi. Þó að það hjálpaði ekki hans málstað. Sko, aðri fjölmiðlar, þeir tóku nú mest bara upp úr Morgunblaðinu, nei, upp úr Ríkisútvarpinu, hérna er 200 mílur Morgunblaðsins, sem er nú einhver vefmiðill held ég. Það er vitnað í fréttina hana með viðtalinu við forsætisráðherra og því að umfjöllinu sé þarna blássi 42, þannig að blaðamaðurinn hefur greinilega opnað skýrsluna, hann tekur umfjöllun sem eru beint úr skýrslunni þar, segir sem það eftirlit sé tilefni til að setja lög hér á landi til þess að vinna gegn uppgangi hryðjuverkasamtaka. Þannig að hann opnar skýrsluna til þess að leita þessum ummælum að við líkjum náttúruverndarsamtökum við hryðjuverkamenn, finnur þau ekki, en finnur einhver önnur ummæli sem hann setur það inn. Þannig að þetta að fara út, sko, það virkaði sem svo sagt. Já, það hefur ekki átt að vera þannig. Það er bara annar mál. En sko þetta er samt, finnst mér sko, hann leitar að ummælunum, hann veit hvað þau eru, finnur þau ekki, en gerir sér enga reglu út af því, sem hann hefði átt að gera. Af því að mér var það alveg vera frétt. Sko, við fengum nú stuðning hér og það samt. Góð ummæli af fyrirgeðum. Góð ummæli í bæjarins bestu, Ísafirði, og Skessuhorni held ég og Vesturlandi jafnvel. Hérna er Sigurður Sveinsson læknir. Hann er þetta á bloggsíðunni hans. Hann er svo eini sem ég sá að hefði fattað þetta að þessi hræðilegu ummæli okkar að náttúruverndarmenn væru hryðjuverkamenn, að þau væri ekki að finna í skýrslunni. Og þetta er bara venjulegur flokkar. Og það er einhver maður hann sem kallar sig LS sem segir í athugasemdunum fyrir neðan: fyrst þessi skýrsla er rómólu. Er þá ekki hægt að gagnrýna út frá því sem stendur í henni, frekar en því sem stendur ekki í henni? Sem nú eins og talað úr mínu hjarta, en og kannski ekki hjarni málsins, en hvort er merkilegt að þessi maður sem leggur þetta veit þarna til að hann þurfa að vera alveg haustpúka yfir höfðinu, hann heitir bara LS þarna, en ekki kemur ekki fram undir fullu nafni eins og hann. Ætti nú alveg að gera ófeim. Kjarnin líka, umfjöldin Kjartmanns, það er með Economics, Eiríkur heitir hann, skrifaðum skýrslunni Kjarnar og skammaði okkur fyrir ýmislegt. Það bara sagði kost og löst á skýrslunni, en rósaði okkur líka. Og hans umfjöldun sker sig úr að því leyti að þetta er eina umfjöldunin þar sem ég sé merkjum það að blaðamaður hafi lesið skýrslunni, en byggi ekki bara á einhverjum sögursögnum um það sem stendur í. Hann er gleður það.
tekja heila 2 tíma Og ekki svo leiðilegt, þetta er ekki svo leiðilegt skýrsla. Þetta var einhver hagfræðingur, eða ekki? Jú, hann er það. Hérna á heimasíðu fjölmiðlanefndar þá eru ábendingar um einkenni falsfrétta. Þar á meðal þetta þetta einum og ótrúlegt. Hvaðan kemur þetta? Í hvaða blað er þetta? Í hvaða fjölmiðli er þetta? Í einhverjum öruggum fjölmiðli? Hver skrifar? Er þetta einhver svona góður blaðamaðurspektur? Hafa aðrir fjölmiðlar birt fréttina? Alvöru fréttir birtast oftar í fleiri en einu fjölmiðli. Það var ekki að trúa fyrir en margir segja það. Og svo í síðasta lagi finnur fyrir reiði. Verða á verði ef fréttin vekur sterkar tilfinningar. Falsfréttum er oft ætlað að vekja sterk tilfinningalegu viðbrögð eins og reiði. Og af þessum ábendingu þá held ég að þessi fyrsti punktur hérna og svo síðasti eigi mjög vel við þessa umfjöldun. Þessi ummæli ráðherrana þarna að við varum að líka einhverjum hópum saman eru mjög ótrúleg. Og þetta síðasta það voru náttúrulega margir bálreiðir. Og það mótaði umræðinu svolítið. Þetta í miðjunni eins og þetta er á alls ekki við þessa frétt. Þetta voru öflugustu fjölmiðlarnir, öflugast í fjölmiðlarnir sem Ríkisútvarpið sem var kom fyrstur með fréttirnar. Heimildirnar voru vinsælustu þjóðmálamenn landsins og á endanum birtu eiginlega allir fjölmiðlar þessa frétt. Þannig að ég held að fjölmiðlanefnd mætti alveg endurskoða sína leiðbeiningar, menn eiga líka að varast fréttir sem koma í alvöru fjölmiðlum. Það eru ekki allar fréttir. Þetta er nú að vera búið. Við tókum saman smá greinagerð, sendum fréttatilkynningu. Það var Vísir, það var eini fjölmiðlinn sem ég tók eftir að tæki þessa greinagerð upp. Við fórum yfir fréttir Ríkisútvarpsins, svolítið eins og ég gekk núna, og töldum okkur sína fram á að margar þeirra væru rangar. Svo kom líka fram, eins og fram við núna, að eitt og annað hefði nú kannski mátt fara betur. En fréttir Vísis snerist náttúrulega bara þann hluta greinargerðarinnar sem vekað okkar eigin mistök. Og fyrirsögnin og fréttinu var viðurkennir að deila megin túlkanir í hvalveiðiskýrslunni. Sem niðurstaðan á fréttinni fjölmiðlar höfðu réttur sér í þessu máli eins og þeir hafa nú bara yfirleitt. Og ég rætti þetta mál líka við svona fréttamenn eða svona, hvað sem var, blaðamenn og ekki notum mikið skilnings. Minn skilningur einhvern veginn sá að fjölmiðlar séu bara yfirleitt hafnir yfir gagnrýni og ráðast einhvern fréttaflutning þá sé maður bara ráðast á frálsa fjölmiðlun og umræðu í landinu. Hvað sem mér skilningur. En svo ég hef nú í lokin hvað máttu betur fara það. En sko veikasti þáttur skýrslunnar var náttúrulega sá að það er ekki 1% hvalveiðum að hafa sko, fyrir þann sem veiðir. Eða ekki nógu mikið. Ekki fyrir hans sko. Nei. Áhugi japanska neytenda á íslenskum hvalveiðum minnkað. Þetta var náttúrulega, voru uppgrip fyrir í gamla daga. En núna virðast þær ekki standa undir kostnaði og maður sér ekki alveg á ársreikningunum minn hvort að verði breyting þar á í frá. Það voru engar hvalveiðar núna í sumar þó að leyfi hafi legið fyrir bara með góðum fyrirvara. Þannig að eins og þetta lítur út núna þá er þetta nú bara að losnast út af. Og þá er náttúrulega tilefni skýrslunnar farið. En þá ætti mann kannski líka að vera tilbúinir að ræða okkar skýrsla meiri yfirvegun og minni tilfinningum heldur en þarna fyrir 6 árum. Núna búin að fara yfir þarna skýrsla og viðbrögð henni sko. Já. En væntanlega á eig og þessi vinnubrögð að fjölmiðlar séu mistúlka efnisallur skýrslu við
fjölmörg önnur svið, sko. Ég hugsa það, sko, ég minna það náttúrulega, ég hef náttúrulega lesið greinarnar hans og ýmsa umfjöllun hans Róberts sem ég myndist á hann í upphafi. Hann minnist tala nú mikið á það hvernig þetta í Bandaríkjunum og sérstaklega í bandarískum skólum, það sem svona saklausustu, og ekki bara í bandarískum skólum, ekki bara það eru saklaus, það virðist vera saklaus ummæli, þau eru svona einhvern veginn tekin úr samhengi og fólk hrakið úr störfum og svoleiðis, þannig að ég gerir ráð fyrir því að ég meina allt sem gerist einhvers staðar það gerist líka hér og þetta verði bara verra eftir því sem árin líða, áður en það verði betra. Mín reynsla sko fjölmiðlum og sína á þá er að sko ef að fjölmiðla umfjöllun almennt það er engin undanskilinn sko að mál sem að ég tel mig þekkja vel finnst mér undantekningarlaust vera röng og misskilningi við og skrifa þekkingarleysi og vankunnátt. Það sem ég þekki ekki, það finnst mér hins vegar mjög vel gera. Það er sko þekkingarleysi mitt sko róðin, en ekki það að hitt sé allt sem ég þekki ekki, það er rosa vanda og gott. Það sem ég þekki sjálfur, það er allt lélegt og gaman, sko. Já, ég get þetta til saman gerfugreindina. Þegar ég þekki það mjög, þá svarum við illa, en kannski ég þekki ekki. Það er svarið bara frábært. Ég get alveg tekið undir þetta óta sem þú segir og þegar ég var í eftirlitsnefndinni með sértækri skoðanlögun, þá komu mörg mál upp í fjölmiðla sem að tengdust úrlausnarefni nefndarinnar, úrlausnarefni bankana á þessum tíma. Og við vorum með starfsfólk, þannig ég lét starfsfólkið aðtóa hvert einasta tilvik, held ég megi segja, á þess að því var ég safnaði saman í skýrslu. En í öllum tilvikum að það kom í ljós að það var blásin upp eitthvað eitt atriði í því sem að fólk hafði, sem að samskipti fólks við banka eða fjármálastofnun sem að skuldar 10 milljóna, nú með ýmsum hætti og alls konar orð það á fallið og gjalda glemst og allt mögulegt, sko. Það var alltaf dregið fram eitt atriði það sem að bankastofnunin virtist hafa gengið illa á hag viðskiptamannsins, en allt hitt, því var sópaður og stundum voru það verulega alvarlega atriði. Þannig að sko þegar fjárhagsmálefnir eru annars vegar, þá myndi ég segja einhliða frásögn, hún er aldrei ábyggileg. Sem eru náttúrulega margar fréttir sem eru að tala við einhver sem eru haft samband við fjölmiðlinn og voru sér illa og náttúrulega var bara önnur lið sem er kynnt. Já, og svo stundum náttúrulega vinnir, fréttamaðurinn vinnur þess að maður verður fyrir einhver og segist kannski allar reddamálunum fyrir það en eitthvað svoleiðis, sko. Og það er náttúrulega líka misskilningur í gangi hjá fólki hvað gengur að fara með svona mál í fjölmiðla, hvað áhrif það hefur. Það menn skilja það villut, það er svo mikið að fara sem villut í einu. Og ég ætla að segja einn nýju hugtæki sem þetta er nýbúin að læra, en þetta er bók sem heitir og menn skrifa þeirra sjálf. Það er sko willful ignorance. Það er sem sagt sko svona sem hafa í sínum málflutningi sko, það er sko það er einhvern veginn sem að sóka svona til síðar meðvitað. Já. Þetta er viðbótar annað sem að ég upplýði sko þegar ég Valkvætt minni er líka til. Sko var að sko þegar ég var í nefndum við erum rúm á auglýsingamarkaði. Við erum skýrsla sem að enginn las og enginn fjallaði og svona, og það náttúrulega hendaði ringjandi fjölmiðlum að fjalla ekki hana. Að þá sá maður líka sko þessa einhvers konar vanheilagt svona starfsamvinnu þó að sé algjörlega óformlegt ef ekki
kannski á vitorði þeirra sem að stunda það, sko, milli fjölmiðlanefndar og RÚV og þessara klíkur, sko. Þetta er bara svona einhver klíkar sem bara hefur það gott, með 6.000 milljónir af skattfé og 3.000 milljónir af auglýsingatekjum, sko, árið til að leika sér með, sko. Ég held að það sé reynda miklu mikilvægara mál, sko, heldur en við höldum að koma RÚV af auglýsingamarkaði, því að forsendan fyrir því að þetta sé ríkisútvarp er að það bjóður fram eitthvað annað heldur en hinir fjölmiðlarnir gera. Og ef RÚV hættir að vera endalaust að hugsa um að slá einhver hlustendamet, þá fer hann meira í það að gera það sem einhver menningarefni og eitthvað svona sem náttúrulega kannski fáir hlusta á, en í þarna frambóð vantar virkilega á, frekar heldur en að vera í samkeppni bara við hina fjölmiðlunum. Þetta var alveg sláandi hvernig þetta er, sko. Þetta var engin andmælir, engin mótmælir, sko, meira sér samkeppniseftirlitið, þá þeir hefur skrifað alveg ljómandi fína skýrslu málið fyrir svona áratug síðan, sko. Að þeir bara nenna þess ekki, sko. Nenna ekki bara til hvers. Ráðherrann sem fer með málumni er yfir RÚV og umfjöllur RÚV ráðherrann, þetta hangir allt saman. Og umfjöllur ríkisstjórnina, þetta er menn eru þá allavega í Bretlandi, sko, svona reyna að veita BBC aðhald, sko. BBC er náttúrulega mjög öflugt, ég þekki ekki til í Bretlandi, sko, ég veit ekki hvernig það er. Mjög hlutlagt líka, sko, fréttaumfjöllun í BBC, en það er alveg, sko, mælt tíminn sem að mismunandi stjórnmálaflokkar fá í umfjöllun og farið yfir, sko, en sko orðaval í fréttum og svona, bara sláandi fréttum daginn, mjög heitt mál sem að RÚV hefur fjallað rosalega mikið sko, átökin á Gaza. Og þá var, sko, árásinn í október í hittifyrra, var í október í hittifyrra. Þá var fjallað að, sko, 1700 hefur látið lífið, en allir palestínumennirnir, sko, sem hefur látið lífið. Þeir voru þetta er náttúrulega breytt hérna málnótkun, þetta er náttúrulega ensku er þetta word killed. Í gamla dag var alltaf sagt létu lífið, sko, alltaf, en núna er alltaf, eða fjallu eða það eru hermenn, sko. Núna er alltaf voru drepnir, eða voru drepin. En samt var valið að nota, sko, í sömu setningu. Það er létust og hins var drepnir. Þetta er svo að, sko, þetta er akkurat kannski málinn sem að vekja sterkar tilfinningafólki, þess sem að líklegri er að koma fram eitthvað sem að túlka sem falsfrétt. Og það er, ég var að ræða við tvo mennum fyrirlestur þar sem menn komu til stöðuðu, sko. Fyrir nokkru síðan. Það var eiginlega bara þannig mál að við gátum ekki rætt það, sko. Það var mikla tilfinning þegar það var frá einum aðila, hann endaði bara á þau út á dyr, sko. Og ég held einmitt Gaza og þetta sé mál sem að þessar tilfinningar eru mjög miklar, það er allan hópur fólks, og það er alveg bara mjög líklegt að það sé fréttir þar sem orkið tímaði stikla á báða vegu. Fólk með alveg rökhælt. Það var bara svona, það segja við það. Fleira við erum allir búin að tjá sig eitthvað, hvað finnst til með það? Ég náttúrulega ekki fundast til það, Kári sem þetta fyrir. Kári verður að stjórna þessu. Ég verð að viðurkenna það, ég var bara búin að blaða gegnum skýrsluna eða fyrir einhverjum síðan. Og ég fann ekki ummælið, sko. En Þú þarf að leita betur. Ég þarf að leita betur. Nú er það konfettkassi eða rauðvínsflaska. Nú þarf ég bara að fara að skanna í gegnum skýrsluna. Ég veit alveg hvaða ummæli það eru sem við verðum að vísa í, en það er klálega ekki rétt túlkun á þeim, sko. Hvaða ummæli er það? Það er mörg lönd. Ég hérna ekki nafni náttúruverndar og svo nefnum við Sea Shepherd. Svo þú segja Sea Shepherd er að fremja sviðverk og er þá líkt við sviðverkasamtök. Já, ég veikina það. Túlkunin
þú veist, það er... Það er ekki það sem skrifa, það er þetta sem er að túlka þannig hér. Já, myndi margir segja að hann stundaði bara þessi samtök. Þú segir afstæða sísjöfar til hryðjuverka hefur í grunn alltaf breyst síðan 30. Þeir eru enda hryðjuverkuna. En þetta er sko, þetta er ein samtök sko. Við erum ekki að segja að náttúruverndamenn eru hryðjuverkamenn. Eins og segir, þetta er verulega röngtúlkun á því sem skrifa og þetta er umhverfið sem verður að vísa. Já, hann er alveg baksaði, það er líka sko að hérna hvað þetta hann klöps út Greenpeace sko. Já, ég meina þeir hafa... Hann er rifrildur við Greenpeace í... Já, menn það var skömm á honum, hann er ekkert svona venjulegur... Ég var með Svíþjóð þegar ég var í góðsamlega við svenska vinni minn þegar það slipur var og þá var hann einhver þótt og bara með þetta kannveðbátar með de skal ju sänkas á að sökva þetta. Og þá var sko bara viðhorf þetta marglega það sem ég þekkti í Svíþjóð. Bara var til sko, bara sjávarútvegs var bara þannig að það væri bara mjög barndalist að veiða villtan fisk í sjónum. Þú ætti bara að borða fisk á annar borð, þú ætti svo bara að borða einhvern fisk sem væri afnætt í einhverjum kerjum, slátur og mannlega. Farin að ræða sko eitthvað sem er nær kjarnamálsins sko. Höfum við rétt á því að veiða skýr eða eitthvað svona? Þetta var alltaf svo einhvern sem bara hvað heitir það síkar einhverja rannsóknstofnun sko matvælarsframleiðslu í Svíþjóð sko, lífsmeðels sko, tótaði sko og það var mjög mikið af svona vísindafólki þarna sko sem var eftir því hvað við hóttum matur svo framvegis og svo heldur Evrópuráðstöðum það fólk og buður hliðstæðar stofnun frá Evrópu að koma til sín og þá áttu þau að hafa svona góða svona sænska sýningu á ráðstöðunni í Svíþjóð þegar Evrópuráðstöðunni kemur hérna að það voru svona fólk að dressa í víkingabúnum með víkingahjálma og hótt og látið höggva kjöt með exi sem áttu svo að grilla. Svo bara var það þannig að svona 30% af þessum Evrópugistum voru alltaf vegetarian. Það er bara stemmingin þessu fólk með þetta prógram í húsum er bara... Já, en sko þetta er allt sem að smekksaðið, þetta má allt sem að ræða og þetta er hægt að gera og það er að ræða þetta málefnilega hátt. Ég hef miklu meiri samúð með sko svínum sem eru í básum alla ævi og þetta er fölum sem eru þó hamingjusamir eða hamingjusamir hvað það eru. Þannig þeir trefast. Það var upp í einhverjum svona svæðilegum kringumstæðum til þess að deyja. En varðandi það sko að umræðefni sé að hverfa, ég var meðal annars í Kyoto í Japan í vor og þar fengum við nú mann sem að þekkti til þess að spurðum út í hvalkjöt. Já, ég veit einn veitingastað, ég vil löpa það framhjá og hérna, svo löpum við framhjá veitingastaðnum og þar eru myndir og texti, myndir á ensku og japansku þar sem er lýst hvað er á matseðlinum. Hvalkjöt var þar ekki. Hann brá sér inn fyrir, hann var japansku mælandi þessi fylgdamaður okkar og hann, jú, þið getur fengið upp hvalkjöt, við höfum ekki að ná að hvalkjöt Íslendingar. Við getum náða okkur í það. En sem það var til undir eins og bláu spólurnar. Já, þannig að þetta er undir eftir Japan líka. Já, það er að hverfa og hérna unga fólkið þekkir ekki hvalkjöt og gamla fólkið hérna fekk hvalkjöt af hverju. Það var vegna þess að þetta var eiginlega eina kjöti sem var hægt að bjóða upp á eftir stríð í stórum stíl. Og þannig að það var þvingað til að borða hvalkjöt. Og það var á slæmar minningar við tengt. Já, akkurat. Svo er það náttúrulega annað mál að ef það er sko vel geitt og vel rétt elda þá er þetta bara prýðismatur. Já, en þau höfðu þessa veislumatur sko, en sko það er náttúrulega vegna þess að mann klúðruðu þessu. Þá kemur lýsisbræðu og það bara stóðu þeir frammi fyrir því eftir stríðið að efnahagslífið algjörlega rúst og þar þeir gáttu sent þessa hvalbáta til þess að veiða hval og þetta komið með mikið mat og gáðu skólaböndunum þetta. Hvað segir þú? Það var með lýsisbræði sko þegar maður var krakki og unglingur og þá heyrði maður alltaf sko að setja þetta í mjólk sko til þess að ná lýsin.
það þarf ekki í dag, sko, ég held að bara meðhundlunin hafi breyst, sko. Já. Það er bara, kannski var það, bara þegar maður var krakki að leið lengri tími frá því að hvalurinn var skotinn og þangað til hann var settur í frysti, sko. Því að þegar ég geti hvalkjöt þá var það í plasti og var svona eins og það hefði ekki komið mikið súrefni að því og það var bara fínt, sko. Ég hafði náttúrulega ekki borðað mikið hval fyrir þessi skýrsla, en ég veit það. Síðan prófa þetta, hvað þetta væri. Bara Kristján Loftsson sendi vikur skjálfið. Hann sendir nú súran hval, sko, sem reyngi til hans. Þá veistu ég að prófa hvað þetta væri. Ég geti sagt um fréttanum að fyrir svona, ég sett á síðunni hérna. Það annað fólk sem hefði mækari að það var stundum tíma að það sko. Það var þetta nýlega sem að hrapaði flugvél á Breiðamerkurvík. Dó bandarækjum, það rétt við. Ekki hrapaði flugvél, það var lappi í hellum. Það var lappi í hellum og það datt einhver í sig ekki óna í all. Og úr þessu kom frétt af CNN sem var svona 80 sekúndur. En í þessum 80 sekúndum tókst fréttamaninn að segja það þrisvar global warming, temperature on the rise og á Íslandi sé hlýnunin þrefalt meira heldur en annars staðar. Og ég sýndi nefnum þetta og svo sýndi ég líka grafa hitaþróunar í Stykkishólmi síðustu 200 árin og sagði ef þetta er þrefalt heimshlýnun þá getur það ekki verið mikið. Já, það og það er líka mál sem er mikla tilfinningar. Já, og það var hans að hver er staðlegaðan og það var Ég held að það sé komið tími til að nú búin að þetta tími er búið núna að koma svolítið út fyrir efni núna en það var gaman að fá þau þó það hefði ekki verið mörg